Kæru vinir, hver verðmætasta eign okkar Íslendinga? Það græna orkan? Það fiskimiðin, landbúnaðurinn, hugverkaiðnaðurinn? Eða það hugsanlega eitthvað sem við leiðum sjaldnast hugann af? Ég þeirrar skoðunar að verðmætasta eign okkar Íslendinga sé frelsið til að taka okkar eigin ákvarðanir á okkar eigin forsendum og út frá okkar eigin hagsmunum. Þetta frelsi ekki síst dýrmætt þegar heimurinn breytist hratt og nýjar áskoranir blasa við sem kalla bæði á viðbragðsgetu og sveigjanleika. Spurningin sem borin verður undir þjóðina 29. ágúst næstkomandi hvort hefja eigi aðildarviðræður við Evrópusambandið í mínum huga stjórnskipuleg spurning. Með öðrum orðum, hún snýst breytingu á íslensku stjórnskipulagi. Hún snýst það hvar endanlegt vald á að liggja þegar kemur að íslenskum málefnum og íslenskum hagsmunum. Og ég vil bara sérstaklega taka það fram að Evrópusamstarf hefur hingað til verið og mun áfram vera gríðarlega mikilvægt fyrir Ísland. En það ekki síður mikilvægt fyrir upplýsta umræðu að við greinum skýrt á milli EES-samningsins og aðildar að Evrópusambandinu. Vegna þess að umræðan snýst ekki bara hvaða reglur við tökum upp, heldur líka það hver tekur endanlegar ákvarðanir þegar öllu á botninn hvolft. Hverju ráðum við sjálf í dag og hvað mun augljóslega breytast við aðild? Þarna liggur að mínu mati kjarni málsins. Umræðan undanfarið, hún hefur mikið snúist það að fólk vilji fá að sjá hvað leynist í samningi við Evrópusambandið og mikilvægi þess að fá að kíkja í pakkann og jafnvel áður en það mynda sér skoðun á Evrópusambandsaðild. Hvort við fáum undanþágur, hvað gerist með sjávarútveginn, hvernig verður með landbúnaðinn. Allt þetta mikilvægar spurningar og mikilvægar raddir sem eiga allar rétt á sér. En áður en við ræðum hugsanlegan samning og hvernig hann mun ekki líta út, þá finnst mér mikilvægt að við tökum skref tilbaka og spyrjum einfaldlega hvað við Evrópusambandsaðild vitum við og raunar óumdeilt. Og þá þannig að við getum tekið upplýsta afstöðu til þess hvort við viljum yfir höfuð leggja af stað í áralanga og kostnaðarsama vegferð að því virðist forvitninnar eignar saman. Og hvað höfum við núna? EES-samningurinn, hann veitir okkur aðgang að hluta af innri markaði Evrópu og þeim tækifærum sem fylgja frjálsum viðskiptum og samstarfi. En þótt við innleiðum reglur í gegnum EES, þá felur aðild að Evrópusambandinu í sér allt annars konar stjórnskipulegt fyrirkomulag. Og þetta ekki eitthvert formsatriði. Aðild okkar að EES-samningnum, og þetta mikilvægt, aðild okkar að EES-samningnum og það að standa utan Evrópusambandsins felur í sér stjórnskipulegt svigrúm. Við berum sjálf ábyrgð á því hvernig reglur innleiddar í íslenskan rétt, hvernig þeim framfylgt og hvernig þær útfærðar innan íslensks stjórnkerfis. Og þegar á reynir, þá það íslenskir dómstólar sem hafa endanlegt úrlausnarvald hvaða reglur gilda og hvernig þær skuli túlkaðar. Aðild að Evrópusambandinu felur aftur á móti í sér víðtækt framsal á ákvörðunarvaldi og auk þess í málefnum sem við stýrum alfarið sjálf í dag. Þarna við að tala utanríkisstefnu,
ESB talar einni röddu á alþjóðavettvangi. Þetta tollabandalag. Við erum að tala fríverslunarsamninga, fiskveiði, landbúnað, svo dæmi séu tekin. Frelsi okkar til þess að gera fríverslunarsamninga við önnur ríki út frá okkar eigin hagsmunum hverfur á braut. Varnagli EES-samningsins að Alþingi þurfa að samþykkja lög til að þau taki gildi hérlendis hverfur líka á braut. Evrópudómstóllinn í Luxemborg mun hafa endanlegt úrlausnarvald umfangsmikinn hluta löggjafar á Íslandi. Lög Evrópusambandsins munu ganga framar og dómar Evrópudómstólsins á málefnasviðum ESB munu binda hendur íslenskra dómstóla. Því lengri sem leiðin verður milli borgaranna og þeirra sem fara með endanlegt ákvörðunarvald, því mikilvægara að við spyrjum okkur hvort sú grundvallarbreyting á stjórnskipan landsins þjóni lýðræðislegri ábyrgð og hagsmunum Íslands best. Þetta stjórnskipulega svigrúm sem við búum yfir í dag raunverulegt og fyrir litla þjóð getur það eitt og sér skipt sköpum þegar raunverulega reynir á grundvallarhagsmuni þjóðarinnar. Það hefur til dæmis sannað sig hve íslenskir dómstólar gegna veigamiklu hlutverki þegar hagsmunir þjóðarinnar á grundvelli íslenskra laga eru annars vegar. Og það jafnvel þótt íslensk lög byggja á fyrirmyndum frá Evrópusambandinu. Þegar þjóðarhagsmunir eru undir, skiptir miklu máli hvar endanlegt ákvörðunarvald liggur og í hvaða stjórnskipulega umhverfi slíkar ákvarðanir eru teknar. Ég leyfi mér að nefna til dæmis neyðarlögin í þessu sambandi, þar sem að íslenskar innstæður voru teknar fram yfir aðrar kröfur, eins og við kannski flest hér inni munum eftir. Þegar ég tek afstöðu til spurningarinnar 29. ágúst næstkomandi, þá lít ég til sögunar og þeirra þjóðarhagsmuna sem felast í því að æðsta ákvörðunarvald í málefnum Íslendinga sé í allri þrígreiningu ríkisvaldsins á Íslandi. Höfum líka í huga að við yrðum alltaf eitt minnsta aðildarríki í Evrópusambandinu. Og hver eru raunveruleg áhrif 400.000 manna þjóðar í fjölþjóðlegu stjórnkerfi sem þjónar 450 milljónum íbúa? Þar sem ólíkir og oft mjög umfangsmiklir hagsmunir kalla á málamiðlanir og sameiginlegar niðurstöður. Þar sem að stór ríki fara með mun dýpri pólitíska rödd. Ákvarðanir sem að við tökum sjálf í dag eru framvegis teknar í samstarfi við önnur ríki. Og fyrir mér þetta ekki smávægilegt atriði, heldur grundvallarspurning breytingu á íslensku stjórnskipulagi. Og það staðreynd, Evrópusambandið stendur frammi fyrir áskorunum. Við vitum það. Og þetta eru ekki einhver jaðarmálefni. Þetta spurning framtíðarhorfur. Og að skoða það að framselja að miklu leyti löggjafarvald, framkvæmdavald og dómsvald á jafn breiðu málefnasviði og hér ræðir, kallar einfaldlega á það að við spyrjum okkur hvort að þróunin sé til þess fallin að þjóna langtímahagsmunum Íslands best. Við verðum líka að taka mið af stöðu ársins 2026, raunveruleikanum sem við búum við í dag, ekki forsendum frá árinu 2009. Heimurinn hefur tekið stakkaskiptum.
Við stöndum bókstaflega á tímamótum í heimssögunni, þar sem að tækniþróun að gjörbreyta samfélögum, atvinnulífi og alþjóðlegri samkeppni á hraða sem við höfum ekki kynnst áður. Geopólitísk staða gjörbreytt. Enginn veit með vissu hvernig næstu 3, 5 eða 10 ár muni líta út. Svo ört heimurinn að breytast. Í dag Ísland ein ríkasta þjóð í heimi og við skipum efstu sæti lífskjaralista. En í dag þurfa þjóðir líka að hlaupa til að standa ekki í stað. Næstu 10 ár sennilega árin sem munu móta stöðu okkar í heimi nýrrar alþjóðlegrar samkeppni. Ég ætla bara að segja það aftur. Næstu 10 ár sennilega árin sem munu móta stöðu okkar í heimi nýrrar alþjóðlegrar samkeppni. Og það einmitt þess vegna sem að stjórnskipulegt svigrúm sem að við búum yfir í dag getur orðið einn okkar mesti styrkleiki á komandi árum. Að geta brugðist hratt við. Að geta brugðist hratt við, lagað okkur að nýjum aðstæðum, tekið okkar eigin ákvarðanir á okkar forsendum og út frá okkar þjóðhagslega mikilvægu hagsmunum. Stjórnskipulegt svigrúm ekki formsatriði. Það auðlind til framtíðar og slíka auðlind eigum við að varðveita.